Góðan dag! Í þessu myndbandi ætlum við að kynna fyrir þér nýja stjórnborðið hjá Bara Tala. Við skoðum helstu eiginleika þess og förum yfir það hvernig þú getur nýtt stjórnborðið til að styðja starfsfólkið þitt í íslenskunámi á einfaldan, aðgengilegan og skilvirkan hátt. Þetta er skjárinn sem tekur á móti þér þegar þú ferð inn á baratala.is. Til þess að skrá þig inn smellir þú á stjórnborð hér í hægra horninu sem leiðir þig inn á innskráningasíðuna. Þar setur þú inn upplýsingarnar sem óskað eftir og skráir þig inn. Þegar þú ert komin inn í stjórnborðið sérðu valmyndina vinstra megin með nafninu á fyrirtækinu þínu og eftirfarandi flipum: stjórnborð, nemendur, áskoranir, stjórnendur og stillingar. Neðst á síðunni er einnig hægt að minnka hliðarstikuna og stækka hana aftur. Efst á síðunni er hægt að velja tungumál, skipta yfir í dökka stillingu eða fara inn á hjálparsíðuna. Með því að ýta á Bara Tala firmamerkið setur þú stjórnborðið í upphafsstöðu. Við byrjum á því að skoða yfirlitsflipan stjórnborð sem er síðan sem tekur á móti okkur. Hér má sjá línurit sem sýnir tölfræði virkni starfsmanna yfir valið tímabil. Þetta er góð leið til að fylgjast með þátttöku starfsmanna í náminu yfir valið tímabil. Hér er hægt að velja virkni frá upphafi, virkni síðustu 12 mánuði eða virkni síðustu 2 árin. Hér er einnig hægt að setja inn fjarlægða nemendur til þess að fá betri heildartölu yfir notkun allra starfsmanna, líka þeirra sem hafa verið fjarlægðir frá fyrirtækinu. Hægra megin á skjánum finnur þú yfirlit með helstu tölum námsins. Hér höfum við fjölda leyfa, virka nemendur, ónotuð boð, nýtingu á skírteinum, spilaðar æfingar og spilaðar setningar. Þetta gefur þér skýra mynd af stöðunni. Þar fyrir neðan má finna aðgerðina búa til skírteini. Þessi skírteini má nota sem viðhengi fyrir endurgreiðslubeiðnir hjá til dæmis Áttin.is, Sveitamennt, Landsmennt eða öðrum fræðslusjóðum. Næst má sjá hnappinn Senda áminningu. Þegar ýtt er á hann opnast valmöguleikinn á því að senda áminningu á alla starfsmenn sem skráðir eru inn í Bara Tala. Einnig er hægt að velja að senda aðeins áminningu á óvirka notendur til að minna á námið eða virka notendur til að hvetja þau áfram. Það er einnig hægt að senda áminningu á staka starfsmenn en við komum betur inn á það síðar undir flipanum nemendur. Síðast en ekki síst má sjá hnappinn Flytja út gögn. Með því að ýta á hann getur þú valið úr þeim gögnum sem þú vilt fá aðgang að í Excel-skjali. Þegar þú hefur valið gögnin sem þú vilt fá, ýtir þú á Flytja út í Excel og gögnin opnast hjá þér. Fyrir neðan helstu upplýsingarnar í stjórnborðinu má sjá 2 gagnleg gröf sem gefa betri yfirsýn yfir þróunina hjá ykkar fyrirtæki. Vinstra megin er línurit sem sýnir fjölda mánaðarlegra nemenda yfir ákveðin tíma. Þarna má sjá hvenær nýjir nemendur hafa bæst við og fylgjast með þróun hópsins í gegnum mánuðina. Hægra megin er yfirlit yfir síðustu áskorun sem var sett upp innan fyrirtækisins en áskorunartólið er frábær leið til að virkja hópinn og hvetja einstaklinga til að æfa sig daglega. Með því að smella á búa til áskorun getur þú sett upp nýja áskorun. Við mælum með því að nýta þetta tól til þess að auka spilun og skapa skemmtilega stemmingu innan starfsmannahópsins. Næst förum við yfir í flipan nemendur. Hér sérðu yfirlit yfir alla skráða notendur innan fyrirtækisins. Það er hægt að leita að ákveðnum einstaklingum, velja ákveðið tímabil, velja ákveðna deild eða birta aðeins virka, óvirka eða óstaðfesta nemendur. Hér er einnig hægt að bæta við þeim nemendum sem hafa verið fjarlægðir. Við hvern notanda sérðu skráningadag, nafn, deild, getustig, spilatíma, tölfræði og hvenær hann var síðast virkur. Þessi yfirsýn getur verið góð leið til að fylgjast með virkni og finna einstaklinga sem gætu þurft hvatningu eða aðstoð eða eiga skilið gott hrós. Þú getur síað út frá þessum upplýsingum með því að ýta á valkostinn en það getur auðvelda þér að halda utan stærri hópa eða fylgja eftir nýjum notendum. Það er einnig þægilegt að geta séð hverjir hafa spilað hvað mest og hverjir voru síðast virkir. Í þessu yfirliti má einnig sjá 3 punkta. Þar er hægt að breyta nemenda, endurstilla lykilorðið, senda áminningu á þannan staka einstakling eða fjarlægja nemendan. Efst í hægra horninu má sjá valkostinn Bæta við nemenda. Með honum er hægt að setja inn einn nýjan nemenda. Með því að ýta á punktana 3 þar til hliðar er einnig hægt að flytja inn nokkra nemendur, flytja út nemendur eða senda áminningu á allan hópinn. Í næsta flipa, áskoranir, getur þú búið til skemmtilegar og hvetjandi áskoranir fyrir starfsfólkið þitt.
Þær eru frábær leið til að skapa stemmingu og auka reglubundna þátttöku í náminu. Þú velur einfaldlega nafnið á áskoruninni, það tímabil sem hún á að standa, hversu mikið skal spila á hverjum degi og sendir svo út tilkynningu til allra skráða nemenda. Auðveld áskorun gerir ráð fyrir 5 mínútna spilun á dag, miðlungs fyrir 10 mínútna spilun á dag og erfið fyrir 15 mínútna spilun á dag. Út frá því hvað þú velur, safna starfsmennirnir ákveðnum stigum til þess að klára áskorunina. Þú getur jafnvel tengt áskorunirnar við ákveðin þemu eða viðburði innan samfélagsins eða fyrirtækisins, svo sem árshátíðir, sumarfrí, Eurovision eða tilefni eins og hrekkjavöku. Þegar áskorunin klárast birtast niðurstöður hennar hérna. Þá er hægt að sjá tímabilið sem hún stóð, titilinn, erfiðleikastigið, afraksturinn og stöðuna. Einnig er hægt að tvíklikka á áskorunina og sjá niðurstöðurnar hjá stökum einstaklingum. Það er hægt að raða niðurstöðunum eftir nafni, stigum sem þau söfnuðu, hversu miklu þau luku eða deilt. Undir flipanum áskoranir geymast upplýsingar allar þær áskoranir sem eru settar. Undir flipanum stjórnendur er hægt að bæta fleiri stjórnendum við sem fá aðgang að stjórnborðinu. Þannig geta þeir aðilar haldið utan námið eða fengið yfirsýn árangur starfsmanna. Þetta getur verið til dæmis deildastjóri, fræðslufulltrúi eða hver sá sem heldur utan bara tala innan vinnustaðarins þings. Að lokum er það flipin stillingar, en þar getur þú séð til þess að námið passi sem best við ykkar starfsumhverfi. Þar getur þú breytt upplýsingum og firmamerki fyrirtækisins, valið hvaða námsleir birtast nemendum á heimasvæðinu ykkar, sótt sérsniðið námskeið eða orðaforða beint frá ykkur og stjórnað API-tengingum. Þar getur þú líka uppfært þínar eigin upplýsingar sem stjórnandi og tryggt að notendareikningurinn sé í góðu lagi. Þegar þú ýtir á heimasvæði, getur þú séð hvaða kúrsar og setningalistar eru nú þegar í heimasvæði fyrirtækisins. Það er hægt að ýta á breyta heimasvæði og velja úr öllum þeim kúrsum og setningalistum sem til eru hjá bara tala. Einnig er hægt að flokka námsefnið eftir ákveðnum tökum. Til þess að velja efni á heimasvæðið, hakar þú í kassan og velur að vista. Til þess að fjarlægja efni á heimasvæðinu, velur þú sína aðeins valin og hakar úr kassanum og velur að vista. Undir sérsniðið námskeið getur þú óskað eftir því að láta sérsniða kúrsa fyrir þitt fyrirtæki með þeim orðaforða sem notaður í ykkar umhverfi dagsdaglega. Þú velur búa til efni og þar taka við þér leiðbeiningar sem þarf að fylgja til þess að fylla skjalið rétt út. Þegar búið er að fylla allt út, velur þú að senda það inn. Einnig er hægt að óska eftir sérsniðnum setningalistum sem gengur eins fyrir sig. Undir API-tengingar er hægt að tengja bara tala stjórnborðið ykkar við journeys-kerfi 50 skills. Það gerir þú með því að útbúa API-lykil eða svokallaðan samþættingarlykil. Við vonum að þessi yfirferð hafi hjálpað þér að kynnast stjórnborðinu okkar og hvernig þú getur nýtt það sem best. Við mælum með því að fara reglulega inn á stjórnborðið, yfirfara heimasvæðið, skoða stöðuna, virkja áskoranir og halda tengslum við notendur til að styðja þá áfram í íslenskunámi bara tala. Ef eitthvað er óljóst eða þið viljið aðstoð, þá erum við alltaf til staðar fyrir ykkur. Takk fyrir að nota bara tala og munum að íslenska með hreim er tákn hugrekki.